En þarna tekum við nýtt tímabil og átök við annan biskup, ef við getum orðað með þeim hætti. 2009 átti ég fund með Karli biskupi og biskupsritara og Sólveig Anna Bóasdóttir og Birgir Ásgeirsson fóru með mér á þann fund. Og þar var ég með minnisblað með mér og ég sagði honum að ástæðan var fyrst og fremst svo að mér fannst að konurnar frá 96 ættu skilið uppreisn æru. Ég hafði haft samband við eina þeirra, Sigrúnu Pálínu, og fyrst og fremst til að segja við hana, ég trúi þér og ég biði afsökunar á mínum þætti, að ég skildi hafa unnið gegn þér og hafa staðið með pappa og varið hann og gert allt til að gera þau ótrúverðu. Og ég sagði, ég vil leggja mitt að mörkum þannig að þið fáið uppreisn æru. Og það var svona megin tilgangurinn með þessum fundi. Og ég vildi fara líka að því að þó að ég sé prestsdóttir og unni innan kirkjunnar að þá ég ekkert alveg með hierarki á hreinu og mér var semst ráðlagt á þessum fundi að því ég sagði, ég tel mjög mikilvægt að æðsta stofnun kirkjunnar viti hvaða mann pabbi minn hafði að geyma. Ég vil að kirkjan geri allt sem hún getur til þess að vinna úr fortíðinni, til þess að bæta fyrir og til þess að breyta vinnubröðum til framtíðar. Ég vil að svona lagað gerist aldrei aftur. Og þetta segir á fundinu með Karli? Þetta sagði ég á fundi. Og þar mér ráðlagt að skrifa formlegt bréf. Það þannig út með minnisblað með ég á tilbúin bréf og það breytist aðeins og ég er mjög þakklát fyrir það. Og ég stíli það á biskup og ég óska eftir fundi með kirkjuráði. Og ég fór með það eitthvað nokkrum dögum seinna. Og þá sögðu þeir mér að gera það þannig til þess að þeir örugglega bókfært að þetta var formleg beiðni og þetta gert í góðri trú að þeir mér ráðlagt að gera þetta. Og í bréfinu skrifaði ég hvað pappa hafi gert mér og ég segi mjög mikið í þessu bréfi. Ég notaði sterk orð því ég vildi að fara ekki milli mála. Þannig ég gerði góðri trú og ég ánægð með bréfið mitt og ég fer með það. Ég sett það ekki í póst, ég fór með það á biskupsstofu. Nú ég búin að gera mitt og ég var svo sannfærð að þeir myndu hafa samband við fljótt aftur. Og það liðu ansi margir mánuðir. Já, þangað til. Og það í rauninni ekki fyrir en að þetta kemur upp í frétt í DV. Já, í ágúst. Ingibjörg Dögg, blaðamaður, tók þetta mál upp og fékk einhverjar afspyrnir af því að ég hefði sendt bréf og það lagi lokaðan í skúffu. Ég heyrði það strax sumarið 2009 að bréfið mitt á biskupsstofu þætti bréfið mitt svo viðbjóðslegt og ljótt að það væri læst og lokaðan í skúffu. Og það fauk eðlilega í mig og ég var mjög ósátt við það að því að ég skrifa þetta eins og ég sagði þannig, ég skrifa einlægt bréf í góðri trú og mér fannst þetta ekki góð framkoma við mig. En þarna snarlega eftir þessa frétt þá brugðust þér hratt við? Þá brugðust þér hratt við og ég boðuð með dags fyrirvara á fund kirkjuráðs í ágúst í fyrra. Hvað gerist á þessum fundi? Já, þau fóru með mig Sigfinnur sjúkrahúsprestur og Sólveig Anna og það gerðist í rauninni ekki annað en það að ég sagði mína sögu, frekar stutt og hvað ég vildi fá, hvers vegna ég væri að þessu. En ég sagði meðal annars líka að ég hefði verið afar ósátt við það að hafa heyrt af því að bæði að bréfið mitt hefur verið læst niður í skúffu og einnig að það sögðu mér prestar að þeir hefðu fengið þau skilaboð frá biskupsstofu að ég hefði ekki mætt í jarðarförina að því ég væri alvarlega þunglynd eða veik á geði, alvarlega veik sko. Og ég sagði þetta meðal annars. Svo var eiginlega bara fundurinn búinn og þá var enga fyrirspurnir og mér leið svolítið eins og ég hefði háttað mig í röngum búningsklefa, ég að segja alveg sver. Og áttum von á meiri viðbrögðum? Já, áttum von á meiri viðbrögðum og ég átti einhvern veginn, já. En upplifður eftir fundin að þarna ætluðu menn áfram að taka
halda málið í einhvers konar þöggun? Ég upplifði það þannig og það er bara mín upplifun. Það þarf ekki að rétt en það er mín upplifun, sko. Framhaldinu kemur Karl Sigurbjörnsson fram í fjölmiðlum og talar bæði þennan fund og hann spurði hvort hann trúi þér og hann svona það vefjast alltaf fyrir honum svörin. Hvernig upplifður bara þessi viðtöl? Það hafa alltaf, hans svör gagnvart mínu máli, hafa alltaf gert það og gera það ennþá dag í dag. Ég gerði það núna eftir rannsóknarskýrsluna líka. Þú máttu reyndir ekki gleyma því ég er alltaf svo rosalega þakklátt við hvert stuðning sem ég fæ. Að þegar ég heyrði hann samt segja að þegar, mér minnir það hafi verið Þóra í Kastljósi sem gekk mjög á hann og þegar hann sagði ég hef enga ástæðu til að rengja hana minnum hennar að þá var það mjög mikið, það var það nóg fyrir mig á þeim tíma. Af því að ég var raunin ekkert að fara fram á mikið meira af sko fólkinni í kringum mig og kirkjunni en öðrum fannst þetta ekki nóg? Nei, svo bara upplýði ég það. Upplýði mikla reiði fyrir mína hönd að fólki fannst þetta ekki nóg. Og í kjölfari var skipið þessi rannsóknarnefnd sem að vann alveg stórkostlega gott verk, sko. Það er hægt að segja að æðstu menn kirkjunnar hafi kannski ekki staðið beint með þér í gegnum lífið. Og hvorki núverandi biskup að margra mati, ekki fyrrverandi biskup sem var faðinn og einstakir prestar. Og þá spyr maður því bara hvaða afstöðu hefur til kirkjunnar Kirkjan sem stofnunar? Kirkjan er ekki bara biskupinn eða einstakir prestar. Ég hef náttúrulega fengið frá mjög mörgum og haustið 2010 höfðu ótrúlega margir samband við mig og margir prestar höfðu samband og sögðu þakka þér fyrir Guðrún Abba. Við vildum óska þess að við þurftum ekki að heyra sem þú ert að segja en þakka þér fyrir til að gefa okkur tækifæri til að breyta kirkjunni hérna. Þannig að ég ákvað til dæmis að taka þátt í því að fá hinga merka fræðikonu til að halda bæði ráðstefnu, eða tala bæði að málþingi og vera með námskeið núna meðan október sem er fremsti sérfræðingur í heimi kynferðisofbeldi innan trúfélaga. Ég vildi gera það og ég vil áfram leggja mitt að mörkum. En ég hef ennþá val líka, hvað ég geri og hverja ég umgengst og annað og ég er auðvitað ekki sátt við það að ég er ekki sátt við þau viðbrögð sem ég fekk fyrst frá kirkjunni eftir skýrslu rannsóknarnefndar en þess að skýrsla rannsóknarnefndar er mjög afdráttarlaus. Hún segir bara, hún leggur að jöfnu mitt mál frá 2008 til 2010 og máli 96. Hún gerir það. Og hún fer ekkert öðrum höndum með mig að þetta var pabbi minn. Fyrstu viðbrögðin voru þannig. Já, þetta gerist innan veggja heimilisins. Þá kemur það ekki kirkjunni við. Þannig að hún var á flótta frá málunni raunverulega allan tíman. Finnst þér hún ennþá vera á þessum sama flótta? Ég veit ekki. Það var skipuð nefnd, kirkjuþing skipaði nefnd sem er að störfum og ég hef hitt þá nefnd og ég bind bara mikla væntingar til þeirra nefndar að þeir taki á málunum að ákveðnu og festu en ég get hins vegar sagt það að meðal þess sem að rannsóknarnefndin segir er að mér hefði ekki verið leiðbent og það hefur gengið fram hjá mér og það er ámælisverð vinnubrögð og annað að þess vegna kom mér þó auðvitað óvart í sumar þegar ég frétti það að það væri verið að gera samning réttmætar sanngirnisbætur til Dagbjartar og Stefaníu og Sigrúnar Pálu en mér voru ekki boðnar slíka bætur skilurðu og þá þurfti ég að hugsa já, er ég tilbúin að standa með mér eða ekki og ég kaus að standa með mér og mér finnst að það eigi að koma fram á sömu virðingu við mig eins og við aðra þannig að ég er ekki alveg tilbúin að sleppa kirkjunni við það. Ít að spyrja þig að Sigrún Páluna hefur sagt að hún gæti ekki stutt þann biskup sem nú situr. Hver er þín afstaða til þess? Það er ekki mitt að kjósa biskup. Það er Finnst þér hann hafa brugðist þér? Já, það er ekki bara mín skoðun heldur var það rannsóknarnefndin sem kemst að þeirri niðurstöðu. En þá segi ég og þá spyr ég eftir raunverulega
treysturu karli til að gegna biskupsembætti áfram? Ég kýs að svara þessar spurningu ekki. Mér finnst reyndar það vera svolítið kirkjunar að leysa sínum málum og ég vil ennþá gefa henn tækifæri, það kirkjuþing í nóvember, ég vil gefa henn tækifæri til þess að vinna úr niðurstöðum þessar rannsóknarnefndar og ég vil gefa henn tækifæri og ég vil trúa því. Þegar menn segja við mig, þakka þér fyrir Guðrún Ebba með að koma með þessar hörmungar á borð fyrir okkur, við ætlum að nota tækifærið til þess að byggja nýja kirkju og með nýjum vinnubröðum, ef það felur í sig með nýju fólki, þá það þeirra ákvörðun. Það eitt sem ég langar að spyrja þau. Það í lok bókarinnar, kapli sem heitir Til þín. Og þar talar til ungra stúlku sem geti verið í dag í sömu spórum og þú varst í þegar þú varst barn. Hvað viltu segja við unga stúlku sem í þeim spórum? Ég hef mikið hugsað til þess að það sé lítil stúlka, kannski næsta nágranni mig. Og ég á svona sárum erfum stundum hef ég haft mynd fyrir fram að mig og hugsað ég gera þetta fyrir hana og ég vil að hún heyri að það má enginn gera svona við þig. Það eru, þá jafnvel þó að sé pabbi þinn, það eru lög sem segja að þetta sé glæpur og það óafsakanlegt og það aldrei þér að kenna, aldrei. Og mér langar að hún fái tækifæri sem lítil stúlka að vinna strax og mér langar auðvitað helst að hún verði ekki fyrir þessu en ef hún verður fyrir þessu að hún þori að segja frá einhverju sem hún treystir og það sé til fólk sem hjálpar henni þannig að hún þurfi ekki að fara í gegnum lífið eins og ég með að misnota áfengi og verkjalyf og nota ádröskun, vinnu, allt þess að deyfa tilfinningar, þess að vera fjarlæg, vera ekki svo mamma sem ég hefði viljað vera. Mér langar ekki að hún þurfi að fara í gegnum þetta og ég hugsaði með mér aftur og aftur annars ég sagði að það verður að koma eitthvað gott út úr þessu. Ég vil að hún heyri þetta og ég vil líka að hún heyri þetta. Ég vil líka heyra ef það er kona á mínum aldri í dag, eldri konur og karlar, það er aldrei of seint að byrja að vinna. Það er aldrei of seint að stoppa, staldra við og byrja að vinna á fortíðinni. Aldrei of seint. Og það er alls staðar hjálp að fá. Guðrún Ebba, kæra þakki fyrir komuna. Takk sem leiðis.